Kæru áhörendur, velkomnir í 85. þáttin af Sjónvarpslausum fimmtudögum. Við sitjum hér í hljóðverinu í Vonarstræti 12 og ætlum að fara yfir það sem hefur gerst síðustu vikuna í pólitíkinni. Þetta er auðvitað að miklu leyti undir orpið stöðunni við þinglok núna, eins og gefur að skilja. Upphaflega var áætlað að þinglok yrðu á morgun föstudag. Við sitjum sem sagt hér kvöldmataleiti á fimmtudegi og tökum upp. Það skipir siglt. Það verði engin þinglok á morgun og ég hef svo sem sagt að óskastaðan fyrir okkur væri að þingið stæði allavega út mánuðin en mér segir nú svo hugur að ríkisstjórnarflokkarnir vilji nú helst sleppa eins fljótt og mögulegt er frá hvor öðrum. Ég held að Margt sem bendir til það. Já, sú staða blasir við. En þetta er búið að vera það er búið að vera margt í gangi en á sama tíma svona að þér virðist hluti stjórnarflokkana, stæðstu hluti þeirra, í einhvers slags sjálfskipuðu þagnarbindindi og kannski að því að þau veit ekki hvað skal segja. Já, og eins og þú nefndir þrá að þetta klárist sem fyrst og vonast til þess að málin klárist á, sem flest eða hvað. Það er nefnilega ekki alveg ljóst hvort að stjórnarmeirihlutin vill raunverulega að öll málin klárist eins og boðað var hér í síðustu viku. En er þetta ekki dálítið eins og í fyrra þar sem að hjörðin var bara send heim, bara fyrirvaralaust þegar stjórnarflokkarnir gáfust upp hvor á öðrum. Það er auðvitað blasir við að það er búið að semjum svona eitt stórt mál á hvert flokk. Það eru útlendingamálin fyrir sjálfstæðarflokkinn sem loksins klárast. Hversu ofta þeir þurft að semjum að fá að klára það mál? Og hvað er þeir búin að gefa margt í stað? Já, ég er bara ekki viss sem ég treysti mig til að telja svo hátt núna. En það eru útlendingamálin sem sjálfstæðarflokkurinn fær. Vinstri grænir frá hérna óþorfu mannréttindastofnun. Já. Og það hlýtur að gleðja sjálfstæðismenn. Leggur það fyrir, sem að við hittum upp mennina stofnununa með sama hlutverk og aðra stofnunir hafa. Já, það er lausnagjaldið fyrir sjálfstæðarflokkinn og svo framsóknarmenninni fá listamannalaunin sín og þetta eru þetta sko þessi þrjú mál tvö mál segi Lilju Alfreðsdóttur viðskipta- og menningarmálaráðherra, þau lentu þetta í töluverðu uppnám í vikunni þegar komum á daginn að þau voru ekki að fullu fjármögnuð og vantaði bara töluvert mikið upp á Þú rakst augun í það, var það ekki? Og þetta var hlaut upp á því sem var skemmtilegast í allsherjar- og menntamálanefndarfundur vetrarins og þetta svona, ég held að þetta bara það hversu hratt Lilja Alfreðsdóttir gaf eftir þjóðaróperuna segir manni nú eiginlega að svona ráðherrann hafi dálítið vitað upp á sér skömmina að málin tvö væru vanfjármögnuð sem eru þetta líka aftur sérstakt í því ljósi að nú er minkurinn komin í hænsnakofan og framsóknarformaðurinn í fjármálaráðuneytið þannig að það að svona lykilmál framsóknar séu vanfjármögnuð með þessum hætti það svona þykir manni svona ekki það skilur eftir svona dálítið svona óbragð í munni og hvað fleira er þá þarna sem að við þingmenn erum beðnir að samþykkja nú stundir sem á síðan bara láta ráðast hvernig vindur fram og það verið hlutverk síðari tíma ríkisstjórnar og ráðherra að útskýra fyrir almenningi að það hafa aldrei verið innistæða fyrir ákvörðunum. Við sjáum þetta til dæmis núna bara í samgönguáætluninni sem er í fullkomnu uppnámi og ég sagði nú í þingræðu hérna í vikunni að það væri óforsvaranlegt að afgreiða málið eins og að liggur fyrir. Það er bara ekki hægt að klára hana margar hluta vegna og þar til dæmis hefur teknast upp svo stað að ef málið er klárað eins og að liggur fyrir þá verður varla stungið niður skóflu hvað nýframkvæmdir varða næstu 5 árin á öllu Vesturlandinu og öllu Norðurlandi vestra og mjög lítið á norðausturhorninu og Austurlandinu. Þannig að þetta er, og það er vegna framúrkeyrslu verkefna í Suðurkjördæmi. Þannig að þetta er bara mjög alvarleg stað að teiknast upp og það eru fleiri hlutir sem hvað samgönguáætlunina varða sem eru þeirra gerðar að það væri alveg fráleitt fyrir stjórnvöld að keyra henni gegn núna. Og ekkert sem sko breytir stórkostlega hvað það varðar að geyma málið fram á haust og reyna að vinna það forsvaranlega. Þannig að það eru svona mál út allt sem að mér finnst svo undarlegt og ég kom nú inn á það í umræðu fyrir í dag að þessir hlutir sé að fljóta upp núna þegar þingið ætti í raun að vera á heimleið. Það er svona eins og að sé verið að reyna að fela þetta.
og þetta er nú bara svona af sama meið og þessi endalausa gagnrýni, maður er orðinni svo rispu plata, gagnrýni mín á kostnaðarmat frumvarpa. Kostnaðarmat er iðulega tóm della. Mhm. En hvernig fór með þjóðarhöllina sem er búið að halda held í 4 eða 5 blaðamannafundi til að kynna það sé og að fara af stað? Ætli hún verði ekki framkvæmt bara með einhverjum yfirdrætti hjá Ásgeiri Jónssyni í Seðlabankanum þegar á reyni. Það er hvergi, Hún sést hvergi nei, í tillögum eða ég áætlunum. held að það sé eitthvað í að þar verði einhverja raunverulega fréttir. Já, En það verða haldnir sko að minnstakosti 3 blaðamannafundir þegar einhverjar millifréttir berast já, já. og jafnvel þó ekkert sé að frétta. En þetta er svona, og síðan sko málalistinn, ég held að sé nú er þingflokksformannafundur klukkan 8 eftir rúman klukkutíma, Mhm. þar sem að á svona fari yfir stöðumála og það liggur fyrir að stjórnarflokkarnir hafa enn ekki náð sátt sín á milli hvað skuli klára. Mhm. Þannig að það er eitthvað sem þvælist illa fyrir þeim og mér segir svo hugur að þetta gæti enda fyrir utan þessi mál sem að augljóslega búið að semjum, sem er þessi 3 sem ég nefndi áðan, og síðan eitthvað svona smælki og mál svona tæknilegs eðlis og það sem er kallað tíma svona kalla á ákvarðanir vegna einhverja tímafresta og síðan Grindavíkurmálin. Sko, þegar þessu sleftu og afgreitu, þá gæti koma úr stað að restirði bara sópa út á borðinu dálítið eins og í fyrra, þegar öll mál sem einhver deila var milli ríkisstjórnarflokkanna bara dóu. Það væri náttúrulega æskilegasta niðurstöðana, en hvers vegna gerðu ekki meira af því? Hvers vegna ákveður til dæmis Sjálfstæðisflokkurinn að hleypa í gegn þessu mannréttindastofnunum máli fyrir flokkin sem er í 3% núna, stofnun sem átti að vera hluti af áformum ríkisstjórnarinnar að setja landsmenn alla á námskeið, þú mást eftir þessu, Já. allir frá leikskólabörnum að sjúklingum á öldrunarheimilum áttu að fara á námskeið, hvernig þeir ættu að hugsa og tjá sig. Dómarar meira að segja. Já, og dómarar og lögreglan, Já. sem að ráðherrar í þessari ríkisstjórn telja sig greinilega margir hafa vald yfir. Þannig að það er nú kannski svolítið lýsandi fyrir það, en hvers vegna hleypa þessi gegn? Finnst mér þetta bara fínt? Er þið kannski bara á því að þetta sé akkurat það sem þarf eina stofnun í viðbót á sviði mannréttindamála til þess að geta flagga því að við séum svona mannréttindasinnuð? Hvernig? Jú, við erum með flesta stofnanir málið. Það er nú margt skrítið sem hefur komið frá vinum okkar í Sjálfstæðisflokknum undanfarið, rifjum bara upp að uppafskref kynræna sjálfræðisins er í landsfundarályktun Sjálfstæðisflokksins. Já, það er ekki mál sem byrjaði hjá Vinstri grænum, þó að Vinstri grænir hafi tekið málið í fóstur. Þannig að kannski bara líður sjálfstæðismönnunum bara ágætlega við með það að bæta við enn einni ríkisstofnunni, en manni finnst það skrítið og sérstaklega þegar við horfum á þróun ríkisútgjalda og gagnrýnina sem að kemur á fjármálaáætlunina úr öllum áttum hér um bil. Já. En sko það eru mál. Já, og þú verður að rifja þessu fyrir hlustundum hvað þetta kynræna sjálfræði var. Það gekk í raun út af það að Ísland myndi ganga lengur en nánast öll önnur lönd í því að bara leyfa hverjum sem er að ákveða kyn sitt, en það var ekkert hugað að atriðum eins og íþróttum eða kvennarýmum eða fangelsum eða neinu slíku. Nei, bara það var næstum því sko þingmenn voru aðdirtir fyrir að vilja ræða mál. Þannig að en sko en síðan eru í málastappanum sem er óafgreiddur, eru þetta sko stór mál sem að sko sum hverju þetta þarf að afgreiða, bara eins og fjármálaáætlun til dæmis. Síðan eru þetta lagareldið og sala á eftirstæðum hluti Íbúðalánasjóði og síðan ÍL-máli, gamla Íbúðalánasjóðsmálið. Og hvernig fórum Íslandsbanka? Það er ekki útsýð með það, skilst mér, en ég held að það væri, og lögreglulögin, rannsóknarheimildir lögreglunar. Þetta er svona það sem ég man í fljótu bragði að þessum stóru málum sem eru óafgreidd milli stjórnarflokkana. Og það auðvitað ef að til dæmis sú staða kemur upp að bæði málið er varðað rannsóknarheimildir lögreglunar og sala á eftirstæðum hluti Íslandsbanka, bæði málin deyja, þá er staðan ekki góð fyrir Sjálfstæðisflokkinn. Það er mikil niðurlæging ef
ef það er því niðurstaðan. Og þeir búin að fallast á að búa til enn eina stofnunina, Já, stækka báknið en þá meira, já, já. búa til vinnu fyrir Vinstri græna. Já, ég skil ekki hérna hugmyndafræðina sem við erum að vinna eftir núna. En þetta er einhvern veginn svona myndin sem blasir við og nú liggur fyrir að þó að ég að funda eftir slettan klukkutíma í þinglósformannahópnum, þá er ekki búið að ná samkomulagi milli stjórnarflokkana og á meðan er í rauninni ekki hægt að loka neinum heildarpakka. Nei. Og ég hef alltaf sé ekki sjöundi ringurinn, alltaf sé ekki sjöundu þinglokin sem ég fer í gegnum hérna, þau eru náttúrulega orðið miklu fleiri hjá þér en ég hef ekki kynst neinu viðlíka áður. Nei. Og svona það skrýtna er að þetta svona almennir þingmenn, semst óbreyttir þingmenn stjórnarflokkana virðast vera algjörlega í myrkrinu hvað mál varðar. Já, mundirðu segja að það sé meiri ágreiningur milli stjórnarflokkana innbyrðis heldur en á milli stjórnar og stjórnarandstöðu? Já, ég myndi halda að það væri staðan sem er í rauninni alveg ótrúlega staða. Þetta er og ætti að vera óhugsandi en að því þessi ríkisstjórn sem hefur skaklapast áfram svona lengi með öll sín innri megin og því að hún var skrúið saman í þriðja skipti núna páskana, þá er þetta bara það sem við fáum að lifa með og ég sagði það nú í eldhúsdagsumræðunum í gær að það var þingmaður sem spurði framar í röðinni hversu lengi þjóðin gæti þurft að setja uppi með þessa ríkisstjórn og í gær voru það 465 dagar fram að síðasta mögulega laugardegi til að kjósa og það er ár og 100 daga til. Það er langur tími ef þau ætla að setja hausinn undir sig en það hefur ekki verið útgjaldalaust fyrir ef við rifjum bara upp ríkisstjórn Samfylkingar og Vinstri grænna á sínum tíma sem hafði það eina markmið að lifa undir lokin og báðum flokkunum var refsað alveg óskaplega. Já. Þannig að þetta svona, ég held að þetta gæti orðið svona býsna mikill herkostnaðar af því að halda ríkisstjórninni saman sama hvað. Já. En þetta er svona, en þinglokin partur af þinglokunum eru þetta alltaf eldhúsdagsumræðan sem á sér nú yfirleitt stað svona nær þeim tímapunkti að menn sjáu til lands. Ég man nú hreinlega ekki eftir því að eldhúsdagsumræðan hafi farið fram svona allavega nýlega meðan staðan var svo að það var allt óleyst. Nei, ég hugsa það sé rétt hjá þér. Það sé nýlunda. En þetta var áhugavert í gær að það var stjórnarliðarnir sem töluðu. Þeir voru ekki að tala máli ríkisstjórnarinnar. Nei. Þeir voru að tala máli sinna flokka. Það voru allir komin í kosningabaráttu. Já. Eitt er að stjórnarandstöðuflokkarnir séu byrjaðir að flagga því að kosningar séu í aðsigi. En þegar þetta er svona augljóst hjá stjórnarflokkunum, þegar í raun eru ár og 100 dagar eftir af kjörtímabilinu, það segir að það er engin tiltrú á að þessi ríkisstjórn lifi og það er engin í ríkisstjórninni lengur. Það er bara hver í sínu flokki og ætla svona að reyna að bjarga því sem bjargar verður gagnvart því að vera í skárri stöðu þegar kemur á kosningum og þá yfirleitt á kostnað skattgreiðenda heldur en núna er. Já, en þeir eru ráðherrarnir allengi búin að vera bara hver fyrir sig að sinna sínum hugðarefnum frekar en að vinna einhverju sameiginlegri stefnu ríkisstjórnar og það var nú alveg kostulegt að fylgjast með því þegar heilbrigðisráðherrann tók upp á því að senda formlegt erindi og birta senda formlegt erindi á fjármálaráðherrann, flokksbróður sinn sem hann hittir nú daglega og fjármálaráðherrann brást við með því að hringi lögguna senda lögreglunni erindum að rannsaka málin, þar að segja þessi áfengissölumál sem er nú mál sem að þessi ríkisstjórn hefur vanrækt að gera nokkuð í, þannig að það er enn þessi óvissa lögin. Ég sé að nú er einhverjir ráðherrar að byrja að tala að það var nú kannski æskilegt að skýra lögin, þannig að menn viti. En er ekki afstæða þessara ríkisstjórnar að það þurfi ekki að fara eftir gömlum lögum? Já, alveg rétt, ég var búin að gleyma því. Svona ef við horfum til hvalveiðimáluna, allavega Vinstri grænna. Það var komið fordæmi. En já, svo bara rétt fyrir eldhúsdagsumræðurnar í gær þá birti dómsmálaráðuneytið algjörlega magnaða tilkynningu frá ráðherrum sínum. Það sem að því var nú eiginlega bara lýst að fjármálaráðherra
sömu ríkisstjórnar væri ógn við réttaríkið. Ég bara man alltaf eftir svona skeitasendingu ráðherra á milli. Nei, nei, Sko, þetta er svona, Jódís hefur sendt sjálfstæðismönnunum hressilega pillur og svona, sko, en að ráðherra sé í svona bréfaskriftum, það er mjög sérstakt en Guðrún Hafsteinsdóttir, hún ákvað að stíga mjög fast til jarðar þarna strax og mér heyrist á viðtalstúfi við Sigurð Inga formann Framsóknarflokksins sennilega í morgun. Nei, það var fyrir eldhúsdagsumræðin í gær að hann var greinilega mjög súr yfir þessum trakteringur á þeirrans. Og sagði eitthvað að hann geti sagt mjög mikið um þetta en ætlaði ekki að gera það. Og bara sleppt með það. En hann hefur auðvitað notað þá taktík áður. Þegar hann hitti framkvæmdastjóra Bændasamtakanna forðum þá bara sagðist hann neitaði hann að ræða það sem það sem þar kom upp og það voru notuð sem rök fyrir því að málið fjarað út að hann vildi ekki tala um það meira. Það er ákveðin taktík bara þumbast í gegnum hlutina. Það er ekki víst að allir hefur komist upp með þetta. Nei, það er ekki alveg víst. En eldhúsdagsumræðan hún var svona aftur með þessu móti að það voru 2 umferðir en ekki 3 og mér finnst það form nú að mörgu leyti betra heldur en gamla formið. Já, það er svona sjónarvotnsvænna. Já, og svona að því að komst aldrei ás á taktur sem að hefði getað verið svo skemmtilegur í 3 umferðum að loka umferðin væri svona sweeper. Svona bakvörður sem væri í því að sparka þeim boltum sem væri á loft eftir fyrri ræður þangað sem þeir ættu heima, sko. Já, við reyndum nú einmitt að stilla þessu upp þannig á sínum tíma að ég lagði oft þannig upp í ekki hvað síst í umræðum stefnuræði forsætisráðherra að svo sem talaði fyrst ætti að vera sóknarmaðurinn og svo kemur miðjuspilararnir og svo svipirinn í lokin til að hensu upp. En þetta var orðið kannski svolítið hreitt að vera með 3 umferðir og sérstaklega menn komum bara að lesa heimastílinn. Já, einmitt. Það er ekki mjög sjónvarpsvænt. Nei. En þetta var þarna var margt athyglivert og sko ég svona það var kannski flest atriðin hjá Guðrún Hafsteinsdóttur dómsmálaráðherra sem sátu eftir mér í minni, sko, því að það er nú eins og stundum vill verða, sko, það er svona smá rof á milli raunveruleikans og þess sem lýst er, en það voru svona nokkur atriði og sérstaklega þótti mér athyglisvert að ráðherrann skildi, sko, draga fram upplýsingar og í raun fyrir hönd Sjálfstæðisflokksins gangast við því sem var nú ábyggilega ekki hugsað þannig að á vakt Sjálfstæðisflokksins hefðu á rúmum áratug umsóknum alþjóðlega vernd fjölgað 3700%. Já. Og ráðherrann dróð þetta fram sem einhvers slags jákvæðan punkt fyrir Sjálfstæðisflokkin. Eða svona, eða réttar sagt, dróð þetta fram sem atriði sem að Sjálfstæðisflokknum væri best treystandi til að vinda ofan og berjast gegn þeirri þróun. Flokknum sem að laði fram lögin og áhugamennum tölfræði geta nú skoðað hvenar þetta rauk allt saman það var í kjölfar þess að þessi nýju útlendingalög voru samþykkt og sem lögð fram af ráðherra Sjálfstæðisflokksins og unnina beiðni ráðherra Sjálfstæðisflokksins og framkvæmt á vakt ráðherra Sjálfstæðisflokksins. Já, og bara bætt í, sko, með vandamálin. Við höfum oft rætt samræmdu mótsökun og allt það. Já. En þessi lög auðvitað eru enn í gildi og nú er búið að eyða hér miklum tíma og kröftum í að ræða þessa litlu breytingur númer 2 á lögunum. Þetta lagast ekki nema það verði samþykkt ný útlendingalög. Nei, það er þannig og ég meina ráðherrann sko í rauninni hefur sjálf sagt, þetta er ekki nóg. Já. Bara með þeirri yfirlýsingu að frekari framlagningu frumvarpa sé að vænta á næsta þingi. Þá er þetta verið að segja, það er fullt af götum eftir. En þetta var fín ræða hjá dómsmálaráðherranum. Það var bara vest eins og þú nefnir að það var kannski ekki alveg í takt við raunveruleikann. Svona svolítið eins og ræðurnar sem þeir héldu á uppskeruhátíðinni á Hilton ráðherrar Sjálfstæðisflokksins
Myndi svona svolítið á miðflokksmannin sem nú alltaf að stríða Óla Birni með því að skrifa greinar í Morgunblaðið undir hans nafni og með mynd af honum. Erum við með á borðinu framan mig nýjustu greina frá þessum prakkara. Nei, frá því fyrir viku síðan, það kom nýju gær. Já, þessu viku fyrir viku. Og þú benti mér á þetta og prentaði þetta hér út fyrir mig og ég rendi nú yfir það og hugsaði með mér það var nú alveg þess virði að lesa upp alla þessa grein því að við erum sammála hér held ég hverju orði stöðumála í þinginu og hvernig þetta alltaf þróast. En þú prentaðir þetta með slíku örletri grænuggrifin já, að ég treyst mér ekki til þess. En heitar óskir rætast ekki allar fyrir svo greinarinnar og þar fjallar þessi sem kallar sig Óla Björn hvernig þingstörfin hafa á margan hátt þróast til verri vegar og að þingmenn sé að festast í því hlutverki allt og margir að verða einhvers konar embættismenn og verða smekar og smekar við að berjast fyrir sínum hugsjónum, barndamálum. Hárrétt, allt saman hárrétt og en einhvern veginn þá bara ágerist þessi þróun og svona ekkert allavega í þessu ríkisstjórnarsamstarfi eins og það skrúa saman. Það var engar líkur á að breyting verða á. En það var fleira sem Guðrún Hafsteinsdóttir sagði í ræðunum sinni í gær sem að svona satt aðeins eftir sko. Hún hélt því fram að Sjálfstæðisflokkurinn hafi þorað að setja mál á dagskrá og var þá að vísa til umræðunar útlendingamálin. Ég hef heyrt þessa línu frá þeim nokkrum og mér finnst það alltaf jafn skondin. Já, þetta hún það sko. Þetta já, ef að þau trú þessu þá það auðvitað sérstakt, kannski krútlegt í sjálfu sér sko, en ég heldur bara get ekki trúað þessu. Þetta bara það þarf ekki annað en að horfa á söguna sko, sögu undanfarin ára. En þetta svona þetta sko, kannski afrækstur af einhverju svona sjálfshjálparnámskeiði sem að þingflokkurinn hefur verið sendur á. Trúið því bara sjálf að þið hafið barist til þess að þið séð svona, það eru þið, ekki aðrir. Og svo hélt Guðrún áfram: það engum betur treystandi til að fara með málefni hælisleitenda en Sjálfstæðisflokknum. Og sko, ég man ekki, rétt áður hafði hún sagt að á vakt Sjálfstæðisflokksins hefði umsóknum fjölgað 3700%. Það algjörlega rosalegt. Þannig að þetta svona dómsmálaráðherra sem auðvitað alveg prýðis stjórnmálamaður, en hún svona hitti sjálfa sig helst fyrir þannig gær eða flokki sinn öllu heldur. Og og hún hnykkti út með því sem að ég átti nú í mestu, ég vona að ég hafi ekki verið í mynd í útsendingunni þegar hún hnykkti út með því að lýsa mikilvægi þess að sátt sameiginlega sýn hefði náðst í ríkisstjórn hælisleitendamálin. Það sem sagt yfirlýsingin sem var gefin út þarna einhvern tímann í febrúar. Og Vinstri grænir kynnt á blaðamannafundi 13 dögum síðar þá voru Vinstri grænir búin að rífa plaggið í öreindir sko. Það vissu það allir. Já. Þrátt fyrir að þessi tilkynningarna fleiri blaðsíður heildarsýn ríkisstjórnarinnar í innflytjenda. Þetta voru 4 þétt skrifaðar blaðsíður í sama letri og ég prenta þessa grein út. Og þetta var eiginlega allt svona óskalisti VG aukna þjónustu við það sem að leita hingað. En í lokin kom að Sjálfstæðisflokkurinn fengi 1, hann fengi að klára litla útlendingamálið sitt númer 2. Og Guðrún verður alltaf sár þegar ég kalla litla útlendingamálið númer 2 og segir að þetta sé mikilvægt mál, en sko ástæðan fyrir að kalla þetta litla útlendingamálið að þetta bara smá breyting á útlendingalögum. Þetta ekki ný útlendingalög. Og ráðherra sjálf búin að segja að þetta ekki nóg. Með því að segja, ég þarf að leggja fram frumvarp í haust. Og reyndar búin að hafna aðstoð okkar þegar við komum með breytingatillögur til hvers. Þær voru allar felldar breytingatillögur okkar af öllum þingmönnum Sjálfstæðisflokks, Framsóknarflokks og auðvitað Vinstri grænna. En sko, það voru að fylgja sögunni, en þið voru mjög hófsamir í þessum tillögum. Það eina sem við vorum að gera var að setja aftur inn það sem hafði upphaflega verið kynnt í samráðsgáttinni. Í samráðsgátt
þegar málið kom frá dómsmálaráðuneytinu. frá dómsmálaráðherra Sjálfstæðisflokksins Já, og einmitt, áður en að Vinstri grænir það var nú allt og sumt. grepu það. Já, og því var hafnað. Sem sagt, þeir höfnuðu eigin tillögum þarna í þessu tilviki. Og já, svo er haldin þessi mikli kynningarfundur með heildarsátt í útlendingamálum. Hvað leið langur tími áður en að við vorum búin að fá út úr þingflokksformanni VG að þeir væri nú ekkit endilega búin að samþykja Það voru þetta 13, eina litla atriði sem að já, það voru 13 dagarnir. það voru það 13 dagarnir, já. En það var sennilega bara því að hann komst ekki í slíka umræðu fyrir en þá, það bara hitti þannig á í þingstörfunum. Þannig að hann hefði örugglega sagt þetta daginn eftir ef tækifærið hefði verið til. 13 dagar, það er jafnlangt á kúpdelun og það er jafnlangt, sagður mér það einhvern tímann og tíminn sem að leið frá því að ég skrapp frá þangað til þau kerði gegn útlendingalögin. Já, þannig að það mælt var fyrir þeim. Sko. Já. Það er mitt. Þannig að þau tóku 13 daga í það að taka mál sem þú hafðir tilkynnt ráðherra þess tíma, það var ekki Hanna Birna, að kæmist ekki einu á dagskrá ríkisstjórnar. Já. Ef það væri í laginn eins og þú teldir að vera. 13 dögum eftir að þú varst stiginn til hliðar, þá var búið að klára fyrstu umræðu. Já. Og svo þá var málið bara að koma að færi bandið og enginn gerði neitt. Það gerist eitt og En annað 13 dögum. enginn miðflokkur til að Nei. spyrna við fótum. Akkurat. En það var margt áhugavert þarna þessu til viðbótar og ég verið þó að sjálfshólið sé auðvitað varasamt og ætti að fara varlega með það, þá er ég nú að segja að mér þótti ræðan þín afbragðsgóð þannig í gær. Já, það þakka fyrir og sömuleiðis. Takk fyrir þetta, ég reiknaði með að fá þetta greitt tilbaka strax, þetta hól. En þetta eldhúsdagurinn verður að vera svona hæfileg blanda af húmor og hnefahöggum. Já. Þú kvartaði nú aðeins yfir því að ég hefði tekið að tímanum sem ég ætlaði alls ekki að gera. En þessi klukka, já, hún er reyndar hún hefur aldrei virkað lengur en í 1 dag held ég í einu. Og ég baði nú forsetann að láta mig vita þegar tíminn var að klárast en hann sinnti því engu. Þú hefði bara að tala áfram og 10 mínútur þessuna. Líneik var held ég í forsetastóli þegar ég var þarna og hún hefði tekið trommusóló þarna fljótlega. En þessar 60 sekundur eða hvað það var sem þú náðir þarna, það komst nú í ýmsu fyrir á þeim tíma og meðal annars að minna á þennan þátt. Já, mér fannst ég að fá stig frá formanni flokksins. Já, þú fyrst það. En þetta, já, svo maður gleymi því ekki mér þótt alveg kostulegt Guðlaugur Þór Þórðarson umhverfisráðherra sagði í ræðu sinni að honum þætti mjög erfitt að útskýra það fyrir útlendingum sem hingað kæmu að það væru til stjórnmálamenn og þeir væru jafnvel á þingi sem að hefðu efasemdir aukna græna orkuframleiðslu. Og svo hélt hann áfram að fletta spjöldunum sínum og las upp meira en hann virðist það var bara fest saman spjöldin eða eitthvað svoleiðis hjá hann. Það vantaði augljóslega eitt og það var sko spjaldið það sem hann útskýrði að hvað væri erfitt að segja útlendingum frá því að hann væri í ríkisstjórn með slíkum flokki Vinstrihreyfingunni grænu framboði. Þannig að það er bara val Sjálfstæðisflokksins og þar með Guðlaugs Þór Þórðarsonar að vera í samstarfi með flokki sem vill ekki aukna græna orkuframleiðslu. En hann bara þetta spjald, það hlýtur að fljóta upp einn daginn, það kannski hefur að dottið niður í pontunni eða eitthvað en það var augljóst að það vantaði samhengi þarna. Já, hann gerir nú svolítið þessu gulli hjakka í sömu setningunum þó að þeir sé ekki endilega miklu tengslu við raunveruleikann. En í þessu tilviki, jú, þá voru raunveruleika tengsl en þau voru við, eins og segir, samstarfsflokkin sem að. Já, akkurat. Og Steinunn Þóra var þarna með ræðu fyrir Vinstri græna og lagði svona út frá því að þetta snerist allt pólitíska hugsjón. Það er nú eflaust einhver brosa innra með sér þá sko því að pólitíska hugsjón Vinstri græna felst á væntanlega í því að styðja við ný útlendingalög og auknar rannsóknarheimildir lögreglunar. Pólitísk hugsjón Sjálfstæðisflokksins þá væntanlega í þessari mannréttindastofnun sem að verið að afgreiða. Þannig að sko pólitísk hugsjón hún er hvergi í námundan við ríkisstjórnarsamstarfi eins og þetta sem er skrúa. Hann fer bara yfir þetta allt þessi Óli Björn. Já. Okkar maður á Morgunblaðinu. Já. Ég vildi að þú hefði prentað þetta á 2 síðum þannig að ég gæti lesið þetta
Jú, ég get alveg lesið þetta en það tekur mjög langan tíma að ná fókus til að sjá svona Við eigum þetta inni. smátt litur. Ég myndi halda að þessi grein gæti elst svo vel að hún verði jafnvel meira viðeigandi eftir viku Já, já, heldur en í dag. akkurat. Þannig að Án efa. við gleymum henni ekki og annarkvort prenta ég út, það samrýmist þetta ekki í grænu skrifum Alþingis að prenta þetta út aftur, eitthvað sem búið er að prenta út, en reyndar eru sumir sko starfsmenn opinbera kerfisins með svo langa útskýring á starfstitli sínum að það fyrir heil blaðsíð undir það þegar maður þarf að prenta tölvupóst frá þeim. Ég fekk tölvupóst frá einum slíkum núna í vikunni og ég hugsað sko að titillinn og útskýring á starfsferli og högum sem fylgir greinilega hverjum einasta tölvupósti hafi tekið hálfa síðu. Já, já, Þetta er sér þetta. Þetta var, kvöldi var fínt og skemmtilegar umræður og svo hittast þingmenn og eiga góða stund eins og venjulega eftir eldhúsdagsumræðurnar og Já, já. það nú sem betur við þannig að það er gott á milli þeirra sem hér starfa og Já, já. þó að fyrst og fremst sjáist út á við þar sem sjónarmið eru ósamstæð og kannski tekist á. Heyrðu, en talandi um ósamstæð sjónarmið og að það sé tekist á. Matvælaráðherra, Bjarkey Olsen Gunnarsdóttir. Já, Henni tókst eiginlega að gera alla ósátta og ekki með svona því sem stundum er sagt að fann viðkomandi þá ekki svona þennan gullna meðalvega á milli beggja fylkinga eða allra sem deila. já. Það var ekki í þessu máli. Nei. Það var alls ekki. Þetta var mikið afrek, sko, að ná að trilla alla. Þessi afgreiðsla hvalveiðimálsins er slíkt reginhneksli að ég bara skil ekki að þingflokkar Sjálfstæðisflokks og Framsóknarflokks láti þetta viðgangast í sínu skjóli og tók nú steinin úr þegar Bjarkey Olsen, matvælaráðherra, sagði á þriðjudaginn eftir ríkisstjórnarfund þegar hún kynnti þessa ákvörðun sína að bara ráðherrar samstarfsflokkana hefðu bara ekki sett neitt þrýsting á sig og síðan staðfest hún þetta í fyrirspurnatíma í morgun. Heyrðu, það er bara eins og ráðherrar Sjálfstæðisflokks og Framsóknarflokks séu hættir í pólitík. Það eru löngu hættir, við vissum það. Ég bara, sko, þetta er svona prinsippmál. Já. Þetta er bara, sko, svona hreinasta atvinnuréttindamál sem hefur borið á, rekið á fjöru stjórnmálana lengi. Já, matvælaráðherra er með hvalina, þýðir það þá að hvalir séu matur? Já, hvalir eru herramannsmatur. Já, það fer undir algjörlega eftir því sko, hvaðan kjötið er og hvernig það er matileitt. Ég fengi hvalkjöt sem er bara eins og besta nautakjöt, jafnvel betra og svo hvalkjöt sem er álega hræðilegt með lýsisbragði. Ég kann nú ekki alveg skila á því, en nú er ég komin út fyrir efnið. Þetta var mjög undarlegt að fylgjast með þessu ferli öllu, sérstaklega í ljósi þess að þetta er málið sem var nánast búið að fella ríkisstjórnina, hér ekkert alls fyrir löngu. En það að svo stórt ágreiningsefni ríkisstjórnarinnar skuli afgreitt með þessum hætti, bendir til þess, getur vel ekki gert annað, að menn séu bara búin að gefast upp fyrir pólitíkinu og nú snúist þetta eingöngu að sitja. Já. Ég ræddi við Bjarkey Olsen matvælaráðherra í fyrirspurnatíma í morgun og spurði bara mjög, ég hugsaði að þetta sé með allstystu fyrirspurnum sem að eða sem sagt lengd fyrirspurnarinnar, hún var einn stutt og hún gat mögulega verið og ég spurði ráðherrann bara hvað ráðluðu sérfræðingar ráðuneytisins þér að veita leyfi til langs tíma? Spurningamerki. Það var ekkert flókið þessa fyrirspurn. En ráðherrann fór eins og köttur í kringum heitan graut og sagði að sérfræðingarnir hefðu nú ekki ráðlegt en að gefa út leyfi lengur en til 2 ára. Það má alveg færa rök fyrir því ráðgjöf Hafró nær bara til næstu 2 ára en Hafró hefði þetta gefið bara út nýja ráðgjöf. Það er bara staðfestu sína fyrir ráðgjöf. En það sem, og þannig að ekki lengur en til 2 ára. Ok, ég fór í aðra fyrirspurn og spurði ráðlögðu sérfræðingarnir þér að gefa út leyfi til 1 árs og hún svaraði því ekki.
Þannig að mér finnst blasa við að ráðherrarnir hafi ráðlagt henni að gefa út leyfi til 2 ára. Mhm. Og þetta er eitthvað sem að sko að því þessi flokkur, Vinstri-hreyfingin grænt framboð, Já, hefur nú verið býsna upptekinn af svona formreglum og því að það sé farið að ráðgjöf sérfræðinga í ráðuneytum þegar það á við einhver aðra. já, já. Við bara, til dæmis bara endalaus eltingarleikur við ákvarðanir dómsmálaráðherra í gegnum tíðina og þar fram eftir göttunum. Mm. Þannig að mér segir svo hugur að Bjarki geti lent í vandræðum út af þessu. Já, já, það er ekkit ólíklegt, en eins og höfum oft rætt þá er þeim nokk saman um það er bara ríkið sem borgar ef að. Já, þau eru bara í pólitík. Það eru aðra reglur þarna megin heldur en annars það er í pólitíkinni. Heldur að við getum fengið hvalkjöt hérna í mötuneyti Alþingis. Ég man ekki betur en það hafi verið einhvern tímann í boði hérna, líklega fyrir þína tíð hér og var vinsælt. Allra vinsælast er þó lambakjötið. Þegar það er íslenskt lambakjöt hér í einhverju formi, þá myndast langar biðraðir í mötuneytinu. En þú getur kannski sem þingflokksformaður sent fyrirspurnum hvort að væri möguleiki að prófa hvalkjöt. Ég bara mun gera það, ég held að það sé mjög vel til fundið. Já. En þetta, nú er svona alla líkur á að hvalveiðivertíðin sé fyrir bí þetta árið og þetta einsárs-leyfi, ja, fráleit og svo ákvörðun er, það þetta sko dregur úr öllum möguleikum að undirbúa síðari tíma, næsta tímabil eða næstu vertíð. Já. En svo er nefnilega eitt sem að hefur ekki komið inn í umræðuna sem að mér finnst skipta máli í þessu, að þessi ráðgjöf Hafró á sínum tíma upp á 161 langrið ári, það er sem sagt meðaltal. Þannig að raunveruleg ráðgjöf Hafró sem er í gildi, hún heimilar miklu fleiri langreiðar séu veittar heldur en þessi 161 vegna þess að sú tala hefur sjaldnast náðst. Þannig að svigrúmið sem að er til staðar á grundvelli ráðgjafar Hafró, það er miklu meira heldur en þetta 161 dýr hvað var á ári sem stofnunin lagði til þarna fyrir núna 4 árum síðan held ég. Já. Þannig að það að fara með á þessu svæði hér, frá miðlínu og með Grænland, Ísland-Grænlandssvæðinu, það að fara með það niður í 99 dýr, þetta stenst enga skynsemi skoðun í neinu samhengi. Þannig að ég held að Bjarkey Olsen Gunnarsdóttir og Vinstri-hreyfingunni grænu framboðinu í heild sinni, því að það er auðvitað þannig að þessi ákvörðun hefur verið á borði, eða þetta mál hefur verið á borði Svandísar Svavarsdóttur, Katrínar Jakobsdóttur og Bjarkeyjar Olsen núna. Sko, dýr verður Guðmundur allur þegar þetta mál verður uppgert bæði með þeim skaðabótum sem að ríkið fær á sig vegna hinnar ólöglegu ákvörðunar Svandísar í fyrra, og mér segir svo hugur að þetta mál muni verða eins vaxið hvað það varðar að skapa ríkissjóði skaðabætur og endanum berum við skattgreiðendur allan kostnaðina þessu og verðum af útsvarstekjum og þeirra sem þarna hefðu starfað, tekjuskatti fyrirtækisins og þar fram til götunum og virðisauka af starfseminni. Þannig að þetta er, já, eins og ég segi, dýr verður Guðmundur allur. Já. Guðmundur Ingi Guðbrandsson í þessu tilöki. Já. En hvað verður allt þetta hvalkjöt? Fer þetta meira og minna allt til Japan? Já, ég held að það sé nú svona megin þungin, en svo fer nú væntanlega eitthvað á þessa veitingastöði sem er að selja, 3 frakkar og Já. En borða ekkert margar langreiðar á 3 frakkum yfir árið? Það fer nú eftir því hverju mæta. Já. En eini, það er rétt, það er mikill matur sem kemur á hverju dýri og einmitt þess vegna ættum við að nýta þetta sem mest og best við getum. Fyrir utan er þetta bara önnur áhrif af þessum veiðum á bara það að halda jafnvægi lífríkinu kringum landið. Já, en auðvitað þarf að passa upp á að veiðarnar fari rétt fram og reyna eftir fremsta megn að koma í veg fyrir að dýrin kveljist. Já, að sjálfsögðu. Veistu hverjir hafa hins vegar gaman af því að drepa hvali, sérstaklega kálfana? Það eru
aðri hvalir, það eru háhyrningarnir Já, sem á ensku eru kallaðir killer whales og ekki að ástæðulausu. já. Við sáum hvað myndband Er það í þá. rauninni, er þarna orka? Er það, Já, já. já, Og þeir skemmta sér við veiðar og við það til dæmis sérstaklega að reyna að ráðast á kálfa og, og drepa þá undan móðurinni og bara átakanlegt á að horfa þegar hún er að reyna að verja afkvæmið fyrir þessum drápskvölum, en þeir eru samt vinsalir af því að þeir þykja fallegir á að líta og geta gert kúnstir. samhengi hlutana, Já, já. það vantar yfirleitt. Herðu, en mér segir svo hugur að það verði hérna eitthvað meira sem á eftir að koma upp í tengslu við hvalamálin áður en langt líður, þannig að við sjáum til hvað setur en fylgjumst áfram með. En núna er að klárast þriðja umræða útlendingamálið. Já, Og það hérna loksins og hérna við fórum aðeins inn á það áðan og ég lýsti því yfir í pontu áðan að við auðvitað bara eins og við höfum sagt áður myndum styðjum þetta mál og þó að við hefum gjarnan viljað að breytingatillögurnar yrðu samþykktar en þetta er í áttina þó að enn vanti stór skref til að koma þessum málum til forsvaranlegs vegar. En kom mér á óvart hvað forsætisráðherra Bjarni Benediktsson virtist hafa farið öfugum megin fram úr í morgun. Hann var eitthvað já, hálfórinn hann var pirraður. við byrjun þingfundar þar sem hann lýsti því yfir á grundvelli einhvers misskilning sem ég veit ekki hvernig er tilkomin að við í þingflokki Miðflokksins hefðum haldið að þetta mál kæmist ekki til afgreiðslu og þess vegna væri við hissa á að það væri fyrsta mál á dagskrá í dag. Þvert á móti, ég hafði einmitt sagt að það yrði algjör niðurlæging fyrir Sjálfstæðisflokkinn ef þetta mál kæmist ekki til loka afgreiðslu og yrði afgreitt og þannig að það myndi ganga fram með þeim hætti. Já, já, ég ætlaði nú í ræðinni í gær að senda þeim hvatningu að gera þetta fyrsta mál á dagskrá í dag en ég hafði ekki tíma til þess, ég vildi ekki taka allan tíman að þér. Ég hef bara talað hraðar, hefur komið þeim punktinn. En já, þetta var náttúrulega eina vitið að setja þetta mál efst á dagskrá og klára það Já. loksins. Þó fyrir hefði verið. Já. Heyrðu, en að því við erum að ræða útlendingamáli hér stuttlega aftur, þá bárust áhugaverðar fréttir af Einar Hálfdánarson, hæstaréttarlögmaður og endurskoðandi hefur verið að eiga við það að fá fram upplýsingar frá Útlendingastofnun varðandi hópinn sem kom hingað frá Gaza á grundvelli fjölskyldusameiningar. Og og ástæðan þess að Einar ferir í þessa vegferð og ég hafði heyrt af þessu úr annarri átt áður og voru fréttir eða svona óformlegar og að því að inn í þessum hópi væru einstaklingar með skýr tengsl við Hamas hryðjuverkasamtökin. Og það auðvitað nú algjört lágmarkað að íslensk stjórnvöld allavega viti hverjir eru að koma hér til landsins. Alveg sama á hvaða forsendum þeir koma hingað og sérstaklega svona í því ljósi sem að þarna ræðir að ef það eru að koma hingað einhverjir með svona afgerandi og skýr tengsl við slík samtök þá verða menn að vita það og gangast við og grípa til viðeigandi ráðstafana. Ég var búin að margspyrja dómsmálaráðherranum. Ábyggilega þrisvar í fyrirspurnatíma. Já, og gott ef ekki forsætisráðherranum líka núverandi. Hvort að einhverjar ráðstafanir hefði verið gerðar hvað þessi mál varðar, kanna bakgrunn, hugað öryggi, þegar að ríkisstjórn Íslands ákvað að brjóta blað og verða eina Evrópuþjóðin til þess að beinlínis senda eftir fólki þarna frá Gaza, svæði þar sem að hryðjuverkasamtök hafa ráðið ríkjum í 15 ár, stjórnað öllu, menntakerfinu, heilbrigðiskerfinu öllu, að þá hljóta menn nú að vilja hugað öryggismálunum og það gerðu nú Þjóðverjarnir eins og ég hef nefnt einhvern tímann hérna áður í þætti, þeir þrátt fyrir að gangi ekki eins og langt á Íslendingar að fara að sérstaklega leggja áherslu á fjölskyldusameiningar við Gaza að
að þeir ákveða að taka á móti 200, alltaf 200 starfsmönnum þýskra hjálparstofnana á Gazasvæðinu. Heimamönnum þar sem að höfðu verið starfandi fyrir þýskar hjálparstofnunir. Og þessi 200 voru komnir til Egyptalands og þjóðverjarnir sendu einhverju út til þess að taka viðtöl við þetta fólk og bara eftir þau viðtöl þá var helmingnum hafnað af því að þeir töldust ekki öruggir. Þessir sko, starfsmenn þýskra hjálparstofnana á svæðinu. Íslenska ríkisstjórnin hefur ekkert hugað að þessu og svarleysi dómsmálaráðherrans staðfestir það í rauninni bara að íslenska ríkisstjórnin gerir sér enga grein fyrir raunveruleika þessa máls. Ég man að dómsmálaráðherra svaraði bara einhvern veginn út úr kú. Já, algjörlega. Bara eins og væri að svara næri spurningu heldur sem spurt var. Það var auðvitað sérstakt áhyggjefni. Og þetta er ekki gott, sko. Þetta er ekki gott. Og við höfum því miður séð fjölgun atvika þar sem að hælisleitendur hér, og nú þá verður maður alltaf að taka fram, sko, auðvitað er maður ekki alhæfa og ég er ekki að saka alla hælisleitendur nokkuð skapaðan hlut, en það er samt ískyggilegt hversu mörg mál hafa komið upp og bara hluti þeirra ratar í fréttir. En við þekkjum þetta og margir stjórnmálamenn aðrir fá að heyra af þessu. Og það er bara fjölgun brota sem að eru svona, já, að færa afbrot á Íslandi á eitthvað annað svið en við höfum þekkt. Já, já. Frægt var nú dæmið með mannin sem að hafði verið tekinn 91 sinnum að það ekki. Jú. Var að hóta var að hér að saksóknara og hvaðina sko og var nú sá sem að stakk mennina 2 í versluninni þarna í Hlíðarendahverfinu og sá hver núna sko hóta starfsmönnum frumherja fyrir það að hafa ekki stimplað ökuskírteinið hans sem hann hafði ítrekað fallið á. Já. Væntanlega ætlaði að gerast leigubílstjóri. Já, bara til að nefna annað dæmi, það eru allmörg þekkt tilvik þar sem að menn hafa farið í hótanir til þess að fá leyfi til leigubílaksturs. Og þetta leigubílamál, þetta stórkostlega klúður ríkisstjórnarinnar og ekki hvað síst þáverandi samgönguráðherra. Sigurður Inga. Já, ætti að vera ákveðin, hvað kallar maður wake-up call á íslensku, til þess fallið að vekja menn. Víti til varnaðar, eða ekki? Jú, nákvæmlega það. En það er engin merki þess að menn læri af reynslunni, nú frekar en áður. Nei, það er nú því miður það sem að blasi við. En við verum aðeins að venda kvæð okkar í kross og það var vakti athygli mína að Kristrún Frostadóttir skildi svona traktera Dag B. Eggertsson dálítið hranalega núna í vikunni. Þetta að því nú er verið að ræða. Já, þú tókst eftir þessu, þetta var dálítið áhugavert. Ég er ekki viss allir hafi tengt þarna en þetta var algjörlega augljóst. Já. Og nú er það auðvitað þannig að bara eins og hjá okkur og öllum þá fólk farið að láta vita af sér sem er áhugasamt framboð og þar fram til göttunum og það hafa verið sagðar töluvert marga fréttir af því að Dagur B. Eggertsson sé áhugasamur framboð fyrir Samfylkinguna í því Reykjavíkurkjördæmi sem Kristrún er ekki. Já. En Kristrún fór svona af töluvert mikilli festu í lóðamálin og þau áhrif sem að lóðaskortur er að hafa á íbúðamarkaðinn og þrýsting á verð og það allt saman núna í vikunni og dróð þar ekkert af sér hvað það varðar að fella Reykjavíkurborg þar undir. Og þar eru þetta Dagur B. Eggertsson alfa og omega þess vandamáls sem við að glíma. Já. Þannig að mér fannst maður nú varla geta lesið annað út úr þessu en það að svona Kristrún nýrformaður Samfylkingar vildi nú í öllu falli kæla borgarstjóran fyrirverandi aðeins. Já, og þetta er sérstaklega áhvert í ljósi þess sem að mig minnir að þú hafur einhvern tímann
bent mér á að hún hafi sko varið dag áður Já, eða borgina með þessa þéttingarstefnu og að leyfa engri nýrri byggð að þróast. mm, En svo, skiptum kúrs núna já, og þannig að ég myndi halda að staða dags sé hans bakland hljóti að vera órólegra núna heldur en í síðustu viku. já, Það já, er ekki víst að brautin verði eins bein og breið og Dagur Eggertsson ætlaði sér að hafa hana. nei, það verður áherslu að fylgjast Það með verður engin, vendingum þarna. það verður engin flugbraut sem býður hans til þess að trilla sér í fyrsta sætið miðað við þetta. Nei, Þetta verður, en það er auðvitað eins og ég segi, það er allir í þessum vangaveltu núna, hverjir munu taka sæti á listum og þar höfum til göttum, þannig að þessi samkvæmisleikur samfélkingarnar, hann mun ábyggilega fara svona að verða svona opinberari heldur en verið hefur núna á næstunni. Því að það er auðvitað þannig að bara þegar við sjáum ástandið á ríkisstjórninni og ég held að það sé nú þó ég hef sagt í ræðum minni gera það gæti orðið 1 ár og 100 daga til þangað til ríkisstjórnin skakklappast frá ef hún hangir á þessum stólum sínum alveg til enda. Þá er það samt þannig að ég held að flestir ég greip nú bara ekki, ég þekkti ekki röddina, ég var að hlusta á Bylgjunni fyrir í dag, þá var einhver stjórnmálafræði prófessorinn að tala um það að það væri nú svona orðnar alla líkur á þeirðin og ekki kosið seinna en næsta vor. Og ég held að það sé nú lógískt, sko, það er ekkert, þá er landsfundur Sjálfstæðisflokksins garðgengin sem er nú ábyggilega eitthvað sem skiptir máli fyrir Bjarna Benediktsson. hvenær verður hann? Í febrúar 2025, þá er landsfundunum garðgengin og það er bara betri taktur að kjósa vori heldur en hausti. Bara þetta tæknilega sem snýra fjárlagagerð og þarfandi göttunum, er bara raunveruleg tilefni til að horfa til þess sjónarmiðs og síðan er þetta bara það sem snýr að bara veðurfari og því sem er í gangi í samfélaginu. Það er miklu haganlegra að kjósa að vori heldur en hausti enda. Ég meina sveitarstjórnarkosningar fara fram að vori, forsetakosningar fara fram að vori, sumarbyrjun, það er engin tilviljun. Þannig að ég held að það sé líka útgjaldalaust fyrir Bjarna að taka þá ákvörðun að kjósa vorið 2025 og það myndi líka væntanlega róa ýmsa sem að hafa allt á hornum sér gagnvart þessu ríkisstjórnarsamstarfi, dálítið eins og okkur og fleiri, að vita að það væri svona ívið skemmra en ekki til þess tímapunktar að ríkisstjórnin þyrfti að mæta örlögum sínum. En það er annar ríkisstjórnarflokkur sem ætlar hins vegar að flýta landsfundi sínum. Já. Vinstri grænir flýttu fundinum en þó ekki nema til október, 4. október eða ekki. Jú. Hvað lestu í það? Sko ég var alveg viss um það og ég hef nú líklegt að ég hef komið inn á það hér í þætti síðasta eða þar síðasta að ég var alveg viss um það að Vinstri grænir myndu flýta fundinum þannig að það er búið að kjósa nýja forystu þegar þing kæmi saman í haust. Þannig að það væri þá til loka ágúst eða í blábyrjun september, minnir að þingi komið saman 10. september. En það var aldeilis ekki, það að kalla saman fundi þarna fyrstu helgin í október, þá er þing búið að vera störfum á 4. viku og búið að mæla fyrir fjárlögum og fullt af málum myndi maður ætla, sko, þannig að þetta Er þetta vísbending að Guðmundur Ingi hafi lífsvilja sem formaður VG? Ég myndi nú einhvern veginn svona að halda að þetta væri svona nær hagsmunum hans heldur en til dæmis Svandísar Svavarsdóttur sem ég held að taki nú flokkin yfir ef hún vill það, sko, og þegar hún vill. Þannig að við áttum þetta undarleg tímasetning og sanna sagna er ekki alveg búin að átta mig á hvað þetta mun þýða annað en að, sko, þetta hljóti að hafa verið tillaga starfandi formanns. En ef hann ætlar að berjast fyrir stöðu sinni, þá mun hann væntanlega að gera það með áframhaldandi boti í Sjálfstæðisflokkinn eða höggum árásum á hann. Og Svandís væntanlega það sama.
Já, já. Þannig að við getum hort upp á samkeppni formannsframbjóðanda í VFG hvor getur verið erfiðara við sjálfstæðisflokkinn. Ég var ekki búin að átta mig á þessu. Þetta getur orðið algjört bíó. Já, já, Frá Verslunarmannahelgi og fram í byrjun október verði hér einhverslega sko einelti í gangi frá hérna formannskandidötum Vinstri grænna í garð Sjálfstæðisflokksins. þá bara spurning hvað sá flokkur lætur bjóða sér, hvort að Stokkólms heilkennið rjáttlast af honum á einhvern tímanbandi Já, já. eða hvort hann er bara sáttur við það að vera skotspónn í formannskjöri Vinstri grænna. Það verður spurning fyrir september að svara. Mm. Herðu, en nú fer að styttast í að ég þurfa að mæta á þinglósformannafundinn. Já, einmitt. Þar sem á væntanlega að segja okkur að með formlegum hætti að stjórnarflokkarnir sé ekki búin að ná saman hvernig þeir vilja sjá þingstörfin þróast. En nú mættir þú hrósa mér Já, fyrir tímastjórnun. Þegar ég taldi tímambært að við færum í þessu upptökununa, þannig að þú næðir á fundin þinn. þetta kemur á óvart, en Já. þetta er sanngjörn óskum hrós. Já, takk. Því að þegar þú tókst af skarið með að við myndum keyra á upptöku núna en ekki eftir þennan fund áðan, þá var það mjög úr karakter og ég var eiginlega kjaftstopp, en ég er mjög þakklátur fyrir það núna að hafa ítt á þetta, því þetta small alveg eins og flís yfir rass og og það svona að ég tel mér nú eins og ég segi vita hvað kemur út úr þessum þingflokksformannafundi, þá hefði það ekki bætt neinu við þáttinn að hafa þær upplýsingar inni. Nei, og það þarf aga og þá komum við að síðasta málunum sem við ætlum að ræða, það ekki? Jú, Það borðið fréttir af því að stjórnvöld hefðu skilað skýrslu um stöðuna í skólakerfinu á Íslandi. Það sem viðurkennt var að eitt af megin vandamálum íslenska skólakerfisins væri agaskortur. Og þetta er sérstaklega erfitt þetta fyrir drengi og alveg ótrúleg staða sem að Ísland, þetta þróaða vel staða landi búið að koma sér í að helmingur var það innan við helmingur nei, þetta er alveg helmingur drengja sem útskrifast úr grunnskóla geta ekki lesið sér til gagns eins og það er kallað. það er rosaleg staðreynd. Já, en ástæðan fyrir því ég nefni þetta hér er að ég gerði þetta nú að umtalsefni tímuna í fyrra og hefur reyndar gert allast áður og þá hefur maður verið hafður að háðu og spotti og ráðist á mann fyrir svona gamaldags viðhorf eins og að tala um mikilvægi þess að það sé haldið uppi aga í skólakerfinu. Við erum stoltir af gamaldags viðhorfum okkar. Já, og ég sé meira sér að formaður félags grunnskólakennara Mjöll Matthíasdóttir, hún er taka undir. Þannig að það er ágætt að minn átt sig á vandanum. En er ekki svona tilfinning, ég held að svona þessi hlutir sé að þróast til betri vega núna, það að sko almenningur sé svona að horfa meira á svona raunheima vandamál heldur en áður var. Ég var með grein í Viðskiptablaðinu sem var að koma út í dag, þar sem ég reyndi að færa rök fyrir því að all þessi vinna í tengslum orkuskiptu væri að eiga sér stað á röngum forsendum. Já. Þetta ætti að gera þetta á efnahagslegum og þjóðaröryggislegum forsendum en ekki forsendum loftslagsbreytinga. Það kæmi bara í kaupbæti út af hinu. Já. Það er sá samdráttur sem verður vegna þess, en við ættum ekki vera að þvinga okkur til að gera hluti sem tæknin er ekki búin að finna lausn á. Og síðan sjáum við hvað til dæmis loftslagsmálin er að falla mikið, hvort sem er hótt í Bandaríkjana, Þýskalands eða hér heima, hvað áhyggjuatriði almenningsvarðar og ég held að þetta sé svona að sama meiði að það er svona almenningur er að verða raunheima tengdari og það er kannski hluta skýringunni á hverju til að mynda staða okkar í miðflokknum er að þróast með þeim hætti sem hún gerir í könnunum. Já, almenningur er miklu raunheima tengdari heldur en elitan innan gæsalappa. Akkurat. Og það merkilega er að það er verið bilið bara að vera að breyka. Það gengur erfiðlega hjá sumum í hinni svo kalluðu elitu að læra af reynslunni hvað það varðar. Og margt að þessu þetta varðar grundvallan mál eins og bara velferð barna. Þetta er fleira sem kemur til heldur en agaskortur og kannski fyrir fjölgandi í vandamálum en í þessu máli og svo mörgum öðrum
hafa menn annarkvort ekki viðurkennt vandann eða tekið á honum með jafnvel bara skaðilegum hætti. Mm. Þeir eru ekkert að skoða innihaldi, þeir eru að tala um yfirbræðið, yfirborðið, umbúðirnar og sjáðu til dæmis bara áherslunar í skólakerfinu núna hvað hefur mest verið rætt hvað var það íslenska skólakerfið, eru það aðferðirnar við lestrarkennslu eða stærðfræði? Nei, það er hinn mikli nýja áhugi á klámkennslunni og því öllu. Svoleiðis að stundum er nú alveg þess virði að huga því sem að hefur sannað gildi sitt og reynst vel í gegnum tíðina Já, já. og ekki fórna alls konar þáttum samfélagsins, jafnvel leggja börnun undir í einhverju dygðaflokkun eða tilraunum til pólitískrar innrætingar á kostnað þessar hlutirnir sé í lagi og virki. Þetta eru góð lokaorð. Kæru áhorfendur, við þökkum ykkur fyrir að hlusta í dag og verðum aftur með ykkur að viku liðinni. Þá verða þinglok væntanlega svona í námunda ef ekki gargengin en það á eitt og annað, ég segi svo hugur að það er eitt og annað eftir að gerast áður en það gerist og ég er algjörlega vissum að minnstakosti einn ef ekki tveir formenn stjórnarflokka eiga eftir að trillast áður en að þingi líkur. Viðbúið. Herriði, kæra áhorfendur, takk fyrir að hlusta í dag. Við heyrumst aftur á viku liðinni. Bless, bless. Takk fyrir, bless.